Það mottudagurinn í dag, föstudagurinn 13. mars og það þekki allir þetta átak, mottu mars og hún Lára Sigurðardóttir, hún á línunni og hún veit ýmislegt þetta. Komdu sæl. Já, blessaður. Þetta mánuðurinn þar sem að við karlandin eigum að hugsa eins rassinn okkar? Jú. Eins og segir í auglýsingunni. Akkurat. Þetta átak, hvenær fór þetta fyrst í gang? Þetta 8. skiptið núna sem þetta haldið. Já. Og þá reynum við að skarta núna sérstaklega í dag á mottudeginum að reyna að skarta mottu, hvort sem hún frá náttúrunnar hendi eða yfir að skegg eða leyfum einhverju karlmennskunni að einhverju öðru leyti að njóta sín. Já. Og það er mikil stemning í kringum þennan dag og margir sem senda okkur myndir bara frá fyrirtækjum og við svegar að. Og þetta svona, mottan í raun táknræn svolítið fyrir bara þennan málstað að við veitum það að samkvæmt rannsóknum að karlmenn oft, þeir ganga oft lengur með einkenni og þeir fara síður til lækna og koma seinna inn. Er það ekki bara feimnismál? Já. Já, hvað er það? Það er þetta að segja hvað það er, sko. Það er svona, kannski, ég veit ekki hvað það, sumir hafa talað að gæti verið að þessi bara svona kennt að harka sér og vera ekkert munið vælega neitt slíkt. Já, svo hefur maður... Það líka verið bara feimnismál. Karlmenn alltaf tala ekki, svo kom fram ráðstefnu í gær, hjá okkur ráðstefnu. Karlmenn tala síður tilfinningar sínar og einkenni. Þannig að það er örugglega eflaust samspil ykkur að þátta. En það sem hefur samt gerst og við séð undanfarna ár sem er það að karlmenn eru almennt núna farin að ræða meira þessi mál. Já. Og fyrst vorum við að byrja, það hringdu oft konur fyrir kallana sína og var að spyrja fyrir þá, en nú þeir bara farin að hringja sjálfur. Þannig að það er svona... Sem er gott mál. Já. Ég sá einmitt á netinu bara áðan að þar var einmitt grein mann og þar hann pissaði bara á óléttupröfu og þá fór hann til læknis að því að það kom einhver skrítin útkoma og þá var hann með krabbamein í eistum. Já, þetta er náttúrulega rosalega sjaldgæft, sko. Þannig að... Það er bara svona lítið dæmi? Já, þetta er lítið dæmi, nákvæmlega. En já, þetta náttúrulega getur alveg gert, en þetta er kannski eitt tilfelli í heiminu sem þetta er að greiðuna þannig. Þannig að þetta er ekki beint sem að mælu mig reglulega að karlmenn fara að gera þetta. Nei. En það er samt góð aðtöðsend og það er til ýmsar leiðir eins og til dæmis bara með ristilkrabbameini og það er svona sem við viljum vekja athygli á því núna. Er að það er eitt algengustu krabbameinum hjá karlmennum og það er hægt að koma í veg fyrir að einhverju leið stórum hluta eða greina á byrjunastigi, þannig að það er auðveldara að lækna það. Og þangað sem við stefnum er að hafa skipulega hópleit, þannig að við getum boðað alla karlmenn og reyndu konur verður þá líka boðaðar í skipulega hópleit, þannig að við getum þá átt betur við þennan sjúkdóm og greint hann fyrr. Já. Og hann reiknaði út daginn yfirlæknir Krabbameinsfélagsins að með því mætti við líklega bjarga svona 2000 mannslífum á næstu 10-15 árum. Já, það er ekkert annað. Já. Og ef þetta er greint á byrjunastigi? Já. Og forstigi, því að þetta er líka svolítið eins og með leghálskrabbamein hjá konum að þá byrjar þetta yfirleitt í sepur, eða það er náttúrulega ekki sepur á konum, en þetta er þannig að það byrjar sem forstig. Það byrjar langast að byrja sem forstig og það er oft hægt að greina þessar forstigsbreytingar í ristilspeglun. Já. Og með því að fjalla þá forstigsbreytingarna þá getum við komið í veg fyrir að það er þróast yfir í krabbameini. Það segir á mottumars.is að ár hvert greinast 750 karlar með krabbamein. Já. Er þetta tala sem hefur hækkað eða, veistu það? Sko þetta er svona meðaltalstala yfir, að því að við erum svo mikla sveiflur hjá okkur, það er svo lítil þjóð, þannig að þetta er svona meðaltalstala. Það er talað það er svona 1% aukning, kannski eitthvað svo leiðis. Það er alltaf örlítil aukning á hverju ári og svo náttúrulega er alltaf komið betur og betur fram í ljós og það er svo marga rannsóknir sína að lífshættir okkar hvernig lífverðinu við stundum hefur svolítið mikið að segja áhættuna á krabbamein, þó svo sumi vissulega sem gera allt rétt og lifa heilbrigðu lífi fá líka stundu krabbamein, en svona það ætti að vera hægt að koma í veg fyrir stóran allan að þriðjum krabbameina með heilbrigðum lífsháttum. En er þá einhver einn hópur í hættilegur umhverfi en hinir eða?
Já, náttúrulega bara þessi klassísku reykingarnar eru náttúrulega bara ábyrg fyrir stærsta flestum dauðsföllum vegna krabbameina. Þannig að svo áfengi náttúrulega alltaf komið betur og betur í ljós hvað það líka stóra átáttur. Og það svona ýmislegt, svo náttúrulega eru fleiri rannsóknir að koma fram til sína, hreyfingin mjög mikilvæg og það ekkert endilega eitthvað svona ofur íþróttur en slíkt, það bara að hreyfast allan hálftíma á dag, 5 daga vikunar og mataræði skiptir líka máli. En í þessu bara samikið, langar mig að segja frá því að við ætlum að vera með fyrirlestur erindi í hádeginu næstu viku 18. mars. Þar sem fyrirlesturinn hefur yfirskriftina kíkt undir húddið. Já. Og þannig að það svona vísar svolítið í það að vera meðvitaður þú veist, hvað þú getur gert til að lifa sem heilbrigðustu lífi og vita allan að þú ert að gera svona þitt að mörgum til að fjárfesta í eigin heilsu til framtíðar. Nákvæmlega. Og svo, kannski komið aðeins að fyrst byrja á sig að það verður líka kynning á stuðningshópanum 19. mars á 5. deginum. Og svo 20. mars, þá verður lokahófið og það verður í Egilshöll. Þar verður hokkileikur milli slökkviliðsmanna og lögreglumanna ræstur. Já, glæsilegt. Já, húsið opnar klukkan 5 og náttúrulega fólk hvað til að mæta. Já, algjörlega. En með aldur, hvenær menn að greinast, er einhver sérstakur aldur eða er þetta bara á öllum aldri? Það náttúrulega á öllum aldri en það yfirleitt þannig svona upp úr 50 og þá fyrir tíðnin að aukast. Meðalaldurs svona krabba, er þetta náttúrulega hluta til þetta öldrunarsjúkdómur og af því að það verða bara eftir að maður lifi lengur þá meir líkur á að maður fá stökkbreytingu í geninu og þannig þróum þessi krabbamein. En þetta náttúrulega geta allir fengið hvaða aldri sem en en svona eins og með ristikrabbameini þá til dæmis tíðnin upp úr 50 þannig að það ekki byrjað ráðlegt að leita ristikrabbameini fyrir en eftir 50. Við 50 aldrei nema þú hafir einhverja ættasöfn, faðir eða bróðir eða einhver sem hefur greinst og þá getur verið ástæð til að hefja skilin fyrr. En svo kannski koma aðeins líka því að þetta svolítið fólk hugsar ofta að heyri úr krabbamein þetta svona það líka ástæð fyrir að vera mótnars umræðir að það hefur alltaf verið svona svolítið drungi yfir þessu orði og svona fólk finnst óþægt að tala um þetta minnast á krabbamein en í raun hefur orðið gríðarlegur árangur bara 60-50 árum þannig að fyrir svona 50 árum síðan þá voru 5 ára lífsárgur einhvers sem 24% og það komið hátt upp í 70% í dag þannig að flestir þið greinast með krabbamein í dag má segja svo að þeir læknist. Það frábært. Og það einmitt inn á Mottu Mars og það eru alls konar upplýsingar og það einmitt að nú á lífi 5.600 karlar sem fengið hafa krabbamein. Akkurat, nákvæmlega og það líka inn á Mottu Mars efnum það bara gaman að fylgjast með þessum þáttökunum því að hver og einn þáttengandi yfirleitt stór saga á bakvið þá sem að taka þátt í átakinu með okkur og náttúrulega rosalega þakklátt fyrir alla það sem koma að þessu og hjálpa okkur að láta þennan dag verða veruleika og þennan mánuð. Og hvernig er þetta að styrkja þetta átak? Já, það með ýmsum leiðum, það þetta að gefa áheit á einhvern sem að finnst vera með skarta flottustu móttinni og það þetta að gerast velinari og svo þetta versla í versluninni og það líka þetta að senda þarna í númers bara beint 908-1001 og líka mennta á það ágætis fráleikur inn á Mottu Mars undir heilsa karla þar sem þetta lesa til helstu einkenni og svona hvað hver og einn getur gert líka til að svona hvort það sé að svona, lifa sem heilbrigðasta lífi. Algjörlega. Og við hvetjum alla karlmenn til þess að eins og við sögðum í byrjun að hugsa eins rassinn á sér og fara bara í skoðun. Þetta er mjög einföld skoðun. Já, ristilspeglunin, það það sem við erum að hvetja til núna, fólki íhuga það að ræða við sin lækni leita ristikrabbameini. Og það hægt að gera þá nokkra vegu og langri ristilspeglun sem dæmi. En það er kannski svo sem það alveg það maður með einhver enginn sem hverfík eða eitthvað slíkt að vera vakandi fyrir svona hættumerkjum við
líka hægt að sjá fræðast það á heimasíðunni, að vera vakandi fyrir því og ef maður með einhver enginn sem hverfi ekki eftir svona 3-4 vikur og okkur þá er ráðlegt að láta læknir skoða sig. Nákvæmlega. Það komin til mín hann ræði nú heilmiklu Einar Björnsson, sæll. Blessaður. Viltu bæta okkur við þetta? Ég veist þetta bara frábært viðtal. Já, þakka þér. Frábær manneskir sem þetta tala við greinilega, sko. Já, hún Lára. Já, Lára, gerðu þau klára, sagði maðurinn. Já. En mér heyrðist þið vera að tala ákveðið málefni og ég ætlaði bara að skipta mér af og hvetja menn til að láta slag standa og fara í skoðun. Já. Þú sammála því, Lára? Já. Ég er búin að prófa þetta og þetta var bara ekkert vandamál. Já, hann hefur fór sér ristilspeglun. Ég fór í ristilspeglun og maður var skítmekkur þetta allt saman og fór ég bara í bæinn og hitti þetta frábæra fólk og ég vildi bara er svona guðhræddur og lífhræddur þannig að ég ákvaði bara að fara í þetta og þetta var bara 0 vandamál, akkurat 0 vandamál. Eina sem vandamál við þetta, það var að gleypa þarna ógeðistrykkin. Já. Ég var svona saltur, ég drakk hann aðeins svo hratt, ég drakk hann aðeins hægar. Annars var hitt, það sem allir kallmenn eru feimnir við og hræddir við, ekkert vandamál. Það var eiginlega bara næstu í þægilegt. Og svo þegar ég var búin í speglunni þá fór ég bara á okkur frábæru deild og sofnaði þar áfram og ég var mest fúllið því að vera vakinn. Það var svo mikið ró og friður og yndislegt. Þannig að ég mæli með þessu kallmenn eindregið að fara í ristilspeglun. Punktur. Og ég hef sömu svo að segja, ég hef prófað þetta og allt það sem Einar var að nefna. Já. Ég vildi bara aðeins leggja orðið í belg. Já, mér finnst að heyra það, því að ég myndi þess að segja, oft þess að maður tekkir ekki alveg eða hefur ekki heyrt mikið og maður getur ræðst það. Og svo líka kannski aðeins í þessu samhengi gott að þá getur benda það er mörg stjættafélög sem maður niðurgreiða speglun. Af því að þetta er landlæknir, hann ráðleggur fólki sem er 50 ára eldri að fara í skimun. Þannig að þetta er eins og konur fá niðurgreitt að fara í legháls krabbameinsleit. Það brjósta krabbameinsleit. Nákvæmlega. Lára, ætlar þú að skarta mottu í dag? Já, ég er búin að skarta mottu. Já. Það er kallmannslega tætt og fólk hafi ekki þekkt mig því ég mætti vinna Þetta er skemmtilegt. Hvað maður er þetta? Ég skal segja það, ég setti rakkað á með þessa fínu mottu í byrjun vikunar en ég var undir það miklum þrýstingi frá konu og fleiri mig kringum mig að ég var vinsalast beðin að taka þetta á mér. Já, ég finnst þetta var svolítið skrítið fyrst en ég finnst þetta að fara að venjast. Nú finnst ég bara gaman að fara hana fjölbreytileika og þegar hugmyndaflugi fara að ráða. Já. En ég skil koninu að vissu leyti því að maðurinn minn sótti mig eitthvað í bíó í gamla dag, þetta hefur verið innan við 20. Þá mætti hann með mottu og án og fórum á stað og ég sendi hann heim að ræka sér mottuna án og fórum í bíó. Já. Mætti maður sem sendt hann. Ég veit að það ekki gera þetta. Nei. Fyrir málstafinn. Fyrir málstafinn. Nákvæmlega. En Lára Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir viðtalið og eins og segi, mottudagurinn í dag, hvetjum fólk til þess að styrkja eða heita á þá sem eru með flotta mottur og svo auðvitað að skella sér í skoðun og bara klára þetta. Já, takk kærlega fyrir spjallið.